vorrit á glugga, napur vindur sem hvín. En ég veit eina stjörnu sem skín. Og nú loks ertu komin, þú ert komin til mín. Hrund Birgisdóttir, einn af leikmönnum Fjárhúskanna. Hvað þú segir, hvernig líður í dag? Bara vel. Þið voru að keppa í síðustu helgi. Já. Geturðu sagt mér eitthvað að því meira? Við vorum að keppa á Coca-Cola mótinu og við unnum það í A-liði og B-liði lenti öðru. Er það ekki bara ásættanlegur árangur? Jú, frekar. Ég veit að því ég horfði á það, þið unnu Káa í síðasta leiknum og það hefur kannski verið alveg sérlega ljúft. Já, það er duttin í 3. sæti. En svona ef við snúum okkur bara almennt að fótboltanum, hvernig finnst þér, er þetta góður hópur sem að fjórðuflokkun í ár, er þetta samstilltur hópur? Já, frekar, það skiptir samt dálítið mikið upp í eldra og yngra hjá vinunum. Já, þannig að yngra ástelpur séu svolítið svona kannski að hoppa sér saman að því að þeir eru saman í bekk og eitthvað svoleiðis. Já, og það eru vanar að vera með þeim í flokk. En það er samt gott samkomulag. Já, frekar. Nú sé ég hérna að þið eru með, þetta er gríðarlega stórt og mikið þjálfarteymi, Jónsi og Biggi og svo bandarísku leikmenni. Hvernig er að hafa þær? Þær eru bara mjög skemmtilegar og láta okkur gera margar æfingar. Svo náttúrulega kannski þjálfar þetta ykkur í enskunni? Já, pínu. Þannig að þið verður orðnar alltalandi á enska tungu þegar sumar er búið? Já, það þurfa samt stundum að þýða fyrir okkur á íslensku þegar við skiljum það ekki. En þetta kemur? Já. En það er kannski númer 1 og 3 að þær eru góði kennarar? Já, þær kenna okkur það sem þær læra. Glæsilegt. Þegar ég sé æfingunum konu fullt, ég ætla ekki að trufla þig meira, sé bara gangið þér. Takk. Guðný Rún Ellersdóttir, leikmaður fjórðuflokks kvenna. Guðný, ertu á eldra eða yngra ári í fjórðuflokk? Eldra. Eldra ári. Hvernig er sumarið búið að vera? Bara skemmtilegt og gaman. Bara, já. Guðný, þið voru að keppa á Coca-Cola mótið daginn og hún var að segja mér Hrund að þið hafið unnið. Farið nokkuð bara létt með þetta? Já, mikið rétt, mikið rétt. Við unnum, A-liði og B-liði lendi öðru. Eða Þór 1 og Þór 2. Bojana kom hérna með liðum daginn. Hvernig var nú að spila á móti henni að hafa hana sem andstæðing? Það var bara mjög sætt að vinna hana sko. Nei, það var mjög gaman. En Bojana, hún ánum dálítið mikið í ykkur. Hún kenndi okkur margt og þjálfaði okkur mjög lengi þannig að, já. En segðu mig Guðný, hvernig er nú með að hafa svona ameríska leikmenn og Þór Káa sem aðstoðarþjálfari, hvernig er það? Það eru náttúrulega bara algjörir meistarar og það er bara rosa gaman að hafa þær. Eru það góðir kennarar? Já. Það eru mjög góðir þjálfarar. Bara eins og fótboltalega séu allt. Þetta er náttúrulega þrösu þjálfarateymi sem eru með og svo eru með Jóns og Bigga líka. Já, það er náttúrulega, þetta er bara frábært að hafa svona mikið hjá okkur. Þannig að því er ekkert annað en að hafa stjörnuprýtt þjálfarateymi fyrir svona stjörnuprýtta leikmenni eins og ykkur. Já, segðu. Mikið rétt. Guðný, æfinginni byrjuð, fara að sperkla og halda þér í formi. Takk fyrir. Takk fyrir. Það eru erfiðir tímar, það er atvinnubréf. Ég hef ekkert að bjóða, ekki sem ég gef. Nema von mín og líf mitt, hvort ég vaki eða sef. Þetta eitt sem þú gafst mér, það er allt
sem ég hef. Jón Stefán Jónsson, þjálfari Fjárhúsflokks Skanna. Jónsi, hvernig búið að ganga í sumar? Ekki bara við í keppni, heldur svona bara æfingar og að halda saman þessum hópi? Æfingarnar hafa gengið vel, Palli minn, mjög vel, og þessi flokkur svona, þú veist, ef þú horfir á úrslit og allt svoleiðis, þá getur við alveg sagt að það ekki gengið frábærlega, en það snýst ekkert það snýst það að búa til fótboltamenn, og í þessum flokki eru mjög efnilegir fótboltamenn sem gaman að þjálfa, hugafærið rétt á réttum stað og allt í blóma, myndi ég bara segja. Og það náttúrulega, eins og segir, að búa til góða fótboltamenn, og Róm var ekki byggð á einni nóttu, heldur það góði hluti gerast hægt. Já, þetta bara þolinmæðisverk, og það sem mér finnst líka í þessu að foreldrar og þeir sem í kringum hópana séu með það á hreinu, og það í þessum hóp. Fólk átta sig á því að þetta snýst ekkert endilega alltaf með að vinna leikina, og ég orðið var við það að það spurt hvernig gekk, og þá ekkert endilega verið að leita því hvort að leikurinn vannst eða tapaðist, bara hvernig leikmanninum gekk sem við komandi á. Og það náttúrulega bara mjög jákvætt, því að þá greinilega foreldrafræðsla síðustu ára að skila sér. En þið getur náttúrulega skreitt ykkur samt, það var hérna á Coca-Cola og Dominus-mótinu daginn, þá skiluðu stelpunum sér þar sem sigur mótsins, þó að það hafi kannski ekki verið stórt mót. Nei, meina það var ekki stórt, en það var stórt fyrir þær að vinna, og þar kom í ljós bara að vinna sem við erum búin að vinna í hérna. Bojan er náttúrulega búin að vera með þessar stelpur á undan mér, og það sem svo gaman við þessar stelpur, það geta að spila góðan fótbolta, og gaman að hún væri hérna á svæðinu sjálf til að sjá það spila og vinna þetta mót, en eins og við tölum áðan má ekki heldur gleyma því að þetta snýst fótboltan, það að segja hvernig við spilum hann, ekkert endilega hvort að við vinnum leikina eða töpum. Bojunu leiddist það nú samt ekki, henni, því að hún á, eins og þú sagðir, hún á býsna mikið í þessum hópi. Já, hún á bara alveg helling í þessu. Hún búin að vera náttúrulega meira og minna með þessar stelpur, held ég, í einhver 4-5 árið það ekki, og hún á náttúrulega, sér það lítur rosalega vel út fyrir mig að koma inn og vinna eitthvað mótin, en auðvitað á hún mikinn part í þessu. En segðu mér, Jósi, það engin stór mót í sjálfum sér fyrir þennan flokk annað en hvað Íslandsmóti og svo þetta Coca-Cola og Dominus-mót? Nei, ekki sem við tökum þátt í. Það vissulega stórt mót í boði sem Reykjavík í Reykjavík, en það eins og þú veist, það kostar allt saman peninga og maður þarf að velja og hafna, og ég bara mjög ánægð með hvaða leið við höfum farið að halda hérna mót fyrir okkar stelpur, og þær eru bara glaðar með þetta og þá ég glaður með þetta. En svona heilt yfir, það gengur vel? Það gengur vel, og eins og ég segi, við erum að búa til góða fótboltamenn. Þetta ekki stór hópur, þetta fámennur hópur svona með það sem vanur, þetta eru 16 stelpur, en það æfa vel og æfingarnir eru góðar og þá ekki að biðja neitt meira en það. En svo náttúrulega hafa þessar stelpur góða fyrirmyndir hérna fyrir ofan sig, það að segja Þór Káa meistaraflokk sem þrusulið og náttúrulega hlýtur að vera hvatning fyrir þær að halda áfram að það sé að einhverju góða stefna. Já, það ekki spurning, minna, ég búin að vera hérna í kringum þetta einhver 10 ár orðið, og þegar ég var að byrja þá voru ekki þessar risastóru fyrirmyndir sem í dag, skilurðu, þó að þetta hafi verið flotta stelpur vissulega fyrir 10 árum, en núna erum við með topplið í Pepsi-deild. Fyrir utan það Keila og Tanni sem náttúrulega lykilmenn í meistaraflokksliðinu eru að þjálfa þær hérna dagsdaglega með mér, og það skiptir náttúrulega gríðarlegu máli upp á bara allt knattspyrnulegt uppeldi að vera nálægt fyrirmyndunum. Maður sér það hérna að þær ná mjög vel til þær, til stefnana. Heldur betur, sem náttúrulega eru ótrúlega skemmtilegi karakterar, og bara það sem maður sér með Kanan þegar þeir eru að þjálfa, þær gefa sér allar í verkefnið á þessum æfingum, og það er háaði í þeim skilur og læti, og þær eru hvetjandi, og auðvitað örvaðar ekki þarna þá myndir gerðist það aldrei sko. Þetta góð blanda, Jónsi og Biggi og svo amerísku leikmenni, þetta góð blanda. Já, má ekki segja það. Hún vonandi betri en hún slæm. Nei, minna, við náum öll vel saman og við erum öll í leiðinni á sama markmið og erum sammála hvernig á að gera þetta, og það auðvitað hjálpar það helling. Ef allir stefni í sömu átt, þá er við vonað góðu. Ekki spurning. Þessi, takk fyrir kærlega. Takk.
komin, þú ert komin til mín.